Komið þið sæl og velkomin í þennan síðasta þátt okkar núna á þessu ári, hluthafa spjallsins okkar Sigurðar Már Jónssonar. Hingað koma nokkru gestir í dag, en fyrstur þeirra Magnús Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar. Velkomin í þáttinn. Gæði fyrir. Hvað segirðu, árið 2025 í Kauphöllinni? Já, það var svona ákveðin látið á hlutabréfamarkaði, því verður nú ekki neitað. Nei. Það var náttúrulega bara þessi eina skráning á IOBT Marel sem náttúrulega kom í stað Marel og þetta gerði okkur vonir fleiri skráningar en markaðsæstæður voru bara einfallega fremur erfiðar. Það háir vextir, hlutabréfaverð stóð í staði eða fór lækkandi, úrvalsvísitalan niður 1% á árinu og reyndar þráttur að hækka um 8% síðastlegin mánuð, þannig að maður tók eftir því að núna, hún hefur farið upp. Við höfum oft verið að tala um það við Sigurður með hausthækkanir. Við vorum farið að tala um það jafnvel hvort það því jóla. Við vorum svolítið að bakka með þetta. Við komnir í desemberhækkun og lokum var það bara jólabónus. Og reyndar erum við að sjá akkurat í dag ágætt hækkun í morgunsárið allavega. Þetta var komið við 2800 stig og var núna 3000 í febrúar. Þannig þetta er manni aðeins bjartsýni, þetta skulle vera að hækka svona í áslok. En að því sögðu þó að þetta ár hafi verið svona rólegt á hlutabréfamarkaði, að þá gerði svona ýmislegt gott árun enga síður og það er náttúrulega fyrst að nefna Íslandsbanka útboði. Salan á Íslandsbanka, það voru margir einstaklingar sem komu að þeirri sem nýttu sér þá og keyptu. Já, það kom bara svo stórkostlega óvart ekki það yrði mikil eftirspurn frá almenningi, heldur almenningur skyldi gleypa útboði því að það var náttúrulega búið að leggja mikla vinnu við að útfara útboði meðal annars með tilliti til mögulegar aðkomu erlendra fjárfesta, það svona liðka fyrir aðkomu erlendra fjárfesta. En að almenningur skyldi gleypa bara tók það yfir 90 milljarða útboð, stærsta hlutafjárútboð Íslandssögunar, það segir margt og það segir margt bara hvað almenningur getur verið mikið afl á markanum. Já, hvað voru þetta margir einstaklingar? 31.000 sem komu þetta? Og nýir? Já, nei, ekki nýir. Ok, þannig að heildarfjöldi hluthafa í Íslandsbanka eftir útboðið var einhver 47. Það með myndi þannig. Og hækkunin það tóku fleiri þátt í útboðinu en áttu hlutabréf í öllum skráðum félögum fyrir útboðið. Það voru einhver 29.000 sem áttu hlutabréf fyrir útboðið, 31.000 sem tóku þátt í útboðinu. Í heildina fór fjöldun úr 29 í 47 sem þýðir að það voru 18.000, að þessum 31 voru 18.000 nýjir. En þetta kannski gæti auki mönnum svona bjartsýnu skráningar núna inn í nýtt ár. Þú nefnir það bara ein skráning sem var eiginlega skráningafélagi sem var fyrir en það, ég held að upplifa allir að það sé svona komin ákveðin þörf hjá mörgum félögum eða sem hafa kynnta með allöngu fyrirvara þeirra að þau hafi horfið til skráningar. Hverjar eru svona væntingar núna inn í nýtt ár með það? Já, tímasetningar eru alltaf, nákvæmlega tímasetningar alltaf erfiðar. En ég bjartsýnn, svona almennt séð, af ýmsum ástæðum, eins og þú segir, mörg félög hafa lýst yfir þessi skráningar hugleiðingum. Við erum nú með námskeið í Kauphöllinni þess staðana sem heitir svona skráningar akademían og það góð þáttaka og það eru fjölbreytileg félög sem hafa lýst yfir áhuga á skráningu. Nú, við nefndum almenningi hérna á undan, innstæður í heimilin í böngun nema 1800 milljörðum. Það samt 5% af því sem fóru í Íslandsbanka. Þannig að það er mikil orka en óbeisluð í morða þannig. Hins vegar tíma, þannig að það er mikil bjartsýni í mér þegar ég lít til næstu 2-3 ára og líka einfallega þessi skráningaráhugi sem við verum við náttúrulega ekki ótengdur þessari auknu þáttöku almennings og undanfarnum árum. Maður finnur það bara í öllum samtölum við fyrirtæki að þetta breyta sem hefur haft áhrif og sanna sig svo sem aldrei fyrir þessu útboði. Já. Hvað með vaxtalækkanir næsta ári? Hvaða áhrif hefur það á markaðinu? Þetta nefnilega það sem við höfum þennan áhuga, við höfum þessa pípu nánast ef svo málið komast og þennan fjárfesta áhuga í grunninn en ég myndi segja að
vaxtastigið, markaðsaðstæður Já. muni sko ráða tímasetningunum svolítið mikið. Já, hjá þessum fyrirtækjum sem eru á kantinum. Já, ég meina hjá einhverjum muni ekki skipta öllu máli. Nei. Þetta svona alltaf samspil hvernig félag komin á markað, bæði hvernig gengur að ná ákveðnum rekstur áfengum og svo þessi efnahagslegu þessar makróbreytur eða þjóðastærðir eins og það sem vextinir eru hvað mikilvægastir. En auðvitað samkeppnin þegar vextir eru þetta háir við bara einstæður eða hún erfið en þannig að þetta mun ráða tímasetningunum en svona liti fram á við svona grunn í hvað segja, þessi svona grundvallar uppbygging hefur gengið vel undir hörnum árum og ég sé ekki annað en hún muni ganga vel áfram. Já, þannig að þetta liður í því náttúrulega líka sko hvernig erlendir fjárfestar sjá íslenska kauphöll, hvað stöðuleiki efnahagslífsins og hversu áhugaverði fjárfestingakostir eru. Hvernig horfuru til þess að þáttaka erlendra fjárfesta inn í íslenska viðskiptalífinu gegnum kauphöll? Hvernig lestu í þá stöðu núna? Já, eru þeir ekki 18% núna í kauphöllinu? Nei, þeir eru ekki nema sko, ef við lítum bara á bréfin sem eru geymd á Íslandi, tökum til dæmis bara, sko, nú eru tökum til dæmis JBT Marel eða kannski 85% af hvað það nákvæmlega af bréfunum sem eru í viðskiptum í New York. Já. En ef við tökum þau út úr menginu, að þá og lítum bara til þeirra bréfa sem eru í umferð hérna á íslenska markanum að þá nefnilega erlenda eignaraðaldin ekki nema í kringu 6%. 6%? Hún var töluvert verri í þeim tölum reyndar tók við alltaf með eignaraðaldin í Marel sem var í Amsterdam, við höfum ekki svona við höfum aðeins reynda núna við höfum reynda að horfa núna eingang á það sem í umferð íslenska markanum, það í raun og veru svona sem stiður við íslenska markaðina að fullu leyti. Endur svona þetta kannski fyrsta sinn sem við reknum þetta alveg nákvæmlega svona út en í raun og veru segir kannski mest áhrif erlendra fjárfesta á íslenska markaðina. Heyrðu, það var ráðstefna nýlega það hvernig væri hægt að stækka hlutabréfamarkaðinn. Hvað var svona, hver var megin niðurstaða þar? Það var nú sem betur fyrir var nú sko góður samhljómur þar og það einmitt sneri að þess meðal annars að þessum tveimur fjárfestahópum sem þarf að efla og reyndar mættin eflaðan þriðja sem eru bara hlutabréfasjóður í Íslandi þeir eiga sko minna heldur en einstaklingar beint. Heyrðu, þeir eiga minna en einstaklingar? Þeir eiga eitthvað 6% markan líka eins og útlendingarnir. Einstaklingar eiga 8%. Já, einstaklingar fara þá bara beint inn í vilinu. En það þarf að styrkja hlutabréfasjóðina og við höfum hort mikið til Svíþjóðar í þessum efnum að nota svona ramman sem þar og hluta þeim hugmyndum hefur nú ákveðið meðbyr núna. Það annars vera að styðja sko aukna aðkomi einstaklinga að markanum og þar það ekki bara vaxtaafslátturinn gamli góði? Já, það einhvers konar skatta ívilnun sem það og fjármálaráðherra ljáðu nú máls að því áherslu sínu á þessi ráðstefnu sem þú nefnir, þannig að ég vona að sá meðbyr sem sú hugmynd hefur fengið skili sér í aðgerðum. Nú svo hitt með ráðstöfum sko viðbóta lífeyrissparnaðarins. Við sjáum að það geti styrkt hlutabréfasjóðana töluvert mikið ef einstaklingar gætu ráðstafa til einhvers fjölbreytts úrvals af hlutabréfasjóðum, þá myndi sá hluti fagfjárfestamarkaðarins styrkjast mjög. Erlendu fjárfestarnir, ég myndi segja að þar eru aðgerðir mögulegar og bæði á hálfu stjórnvalda og á hálfu okkar í kauphöllum og markaðsaðila. Eru þið svolítið að reyna að skoða það? Já, við erum til dæmis með en þá reyndir einan hús skoðan en eitthvað sem við reiknum að taka samtali við markaðsaðila til þess að breyta svona uppgjörsfyrirkomula í íslenska markaðan, þannig að verði einn svona kallaði miðlaga mótaðali, það nokkuð sem erlendir fjárfestar hafa kallað mjög eftir. En svo maður náttúrulega, nú frumvarp í gangi til dæmis liggur fyrir frumvarp fyrir Alþingi sem maður nú gefa ríkisstjórninni prik fyrir, sem maður reynda frumvarp sem nána samhljóm með því sem fyrir ríkisstjórn laði síðan fram og það afnám söluhagnaðar afnám skattlagningar á söluhagnaði
erlendra fjárfesta sem ég held að myndi vera mjög til bóta og ég rekna ekki með öðru en að það fari í gegn. Þannig að sumt að þessu boltinn að hluta til hjá stjórnvöldum. Að hluta til hjá stjórnvöldum. Að svona horfi til þess að liðka fyrir og efla og styrkja þennan hlutabrjöfum og það kannski... Að hluta til og hluta til hjá okkur í kaupendur hlut og í samstarfi við markaðsaðila. Herði fjöldi viðskipta, var það aukning á milli ára? Tölur aukning á milli ára. Líklega sko 35-40% en uppfæðir í hverju viðskiptum en fjárhæðnar lækkuð í viðskiptum sem sýnir sko bara fyrst og fremst auknar hlutdeild einstaklinga í viðskiptum sko ef maður tekur út þessi óvinnulegu viðskipti eins og yfirtöku viðskipti Marel í fyrra eða útboðið hjá Íslandsbanki í ár þá svona fjárhæðin í heildina á markanum í viðskiptum að fara niður svona 5% á milli ára en fjöldi viðskipt að fara upp við þriðjung og einstaklingar líka maður lítur sko bara hlutdeild einstaklinga í viðskiptum eftir Íslandsbanki útboðið tökum þar sem maður hefur gögn sko þessar 6 mánuði júní út november og það sér maður sko hlutdeild einstaklingi fjárhæðum í viðskiptum markaði hefur farið úr því að vera á milli 1,5 til 2% í fyrra á sama tímabili, júní til nóv upp í tæplega 5% í ár, þannig að sko einstaklingarnir að koma miklu sterkar inn. Þú komið með hærri fjárhæðir líka, eða ekki? Jú, hærri fjárhæðir, þetta í fjárhæðum sko. Þetta svona, við þurfum að fara að ljúka þessu, svona, þetta hefur verið ár einstaklingar að hluta til og þetta stóra útboð Íslandsbanka náttúrulega svona það sem að upp úr stendur svolítið á árinu, en við kannski getum nú hort svolítið bjartsýnin í næsta ára með mörgum fyrirvöru. Já, ég held að þetta sé einmitt ein ástæða til bjartsýni og þessi aukni máttur almennings á markanum. Verður ekki vera alltaf bjartsýnir öll áramót? Er það ekki bara venja? Við getum ekki farið inn í nýtt ár með svartsýn. Jú, ég reyni þá og ég tel að það meira aukst eða það. Eru bara rétt, svona hvernig hefur haft það í mjólinn, bara rétt í lokin? Bara mjög gott, mikil rólegheit. Já, og eitthvað, þú nú þekktur hlaupari, varst það í gamla dag allavega? Erst að hlaupa eitthvað? Ekki nógu mikið, en maður að reyna að koma sér í gang aftur. Já, og áramótinn, það bara, þá það flugveldarsýning? Já, rólegheit í faðmi fjölskylduna. Já. Magnús Harðarsson, frábært, sérst ágætis ára baki í Kaupöllinni og svona horfur nokkuð góðar með næsta ár. Við erum bjartsýnir, við haldum því. Ekki spurning. Kæra þakkir. Takk fyrir komin og gleðilegt nýtt ár. Já, gleðilegt ár.